hérna við rauðaborðið verið með viðtöla sem verður svona safnað saman mósaík í svona íslenska stjórnmálasögu, einhver kannski þá sögu sem að tengist, já, við getum kallað bara frelsisbaráttu almennings, það er svona alþýðu stjórnmálin. Og daginn að þá hérna sá ég á Facebook eins og maður sérstundum Margrét Tryggvadóttir, fyrrverandi þingkona borgarhreyfingarinnar og hreyfingarinnar, núverandi formaður Rithöfundasambandsins, var að skrifa eitthvað áttöki sem hafa verið inn í Sjálfstæðisflokknum. Þetta myndi sig á hérna borgarhreyfinguna eða svona tímabili í hennar sögu. Og ég ákvað að fá hana til þess að ræða það, ekki til þess að ræða átökin í Sjálfstæðisflokknum. Margrét Tryggvadóttir, þetta er velkomin. Takk. Þú skrifaði náttúrulega bók. Já, reynslu þína á þingi. Ég þurfti aðeins að gera þetta upp og hérna eiginlega bara, ég fann það eiginlega bara strax og ég var komin hann inn að þetta voru ótrúlega merkilegi tímar og það var svo margt merkilegt að gerast að ég svona eiginlega ákvað strax að ég myndi skrifa bók þetta og hélt ýmsu til haga, svona hélt utan gögnin mín. Og svo þegar hérna þing setjum minni lauk þá bara vatt ég mér í það verkefni og það var líka bara, þetta voru miklir átakatímar, þetta tók á mann. Já, þetta er bæði sko átökin sem eru í samfélaginu. Já. Og þetta er líka já, hvernig stjórnmál götunar geta mótast og formast og hvernig svo hreyfingar. Bara einhvern veginn menningunin á þingi og málin sem að við vorum að takast á og þetta bara hrunið og hérna hvernig unni var úr því og bara hvað áhrif það hafði á mig líka og þetta er líka svolítið mín saga og þetta er sko, ég tek það bara alveg fram í formála þessa rit sem ég man nú ekki alveg orðið frá því meirinn 10, það eru 11 ár síðan kom út þessi bók að hérna að þetta er sko, þetta er mitt sjónarhorn. Ég er ekki að þykjast vera óháður sagnfræðingur, þannig er ég að greina frá alls konar átökum hérna bæði inn á þingi en líka annar staðar sem ég var þáttakandi í og það er bara fólk verður að hafa hérna bara að vera meðvitað það þegar það les. Þetta er vitnisburður. Þetta er ekki sagnfræðileg hérna rannsókn. Og bara ekki bara þessa bók heldur bara hérna bækur sem stjórnmálamenn almennt skrifa. Við skrifum þetta frá okkar sjónarhóli og hvernig málin horfðu við okkur. Og stundum skrifið náttúrulega ekki eitthvað. Já, svo er það líka það. Það bent á daginn að það veri merkilegt að við æfis og ekki sortið það sem var ekki í bókinni. Já, ég hef ekki lesið hana, ég veit það ekki. Herðu, en varðandi hérna, það rifjaðist upp þegar ég var að lasa þarna Facebook-statusinn, þannig að já, alveg rétt, já. Borgarhreyfingin var stjórnmálafl sem var til í skyndingu, við það var búið skömmu fyrir var eftir kosninga, að sömuleyti var hérna rótað saman hópi sem hafði tekið þátt í að mótmæla, fólk sem sagði við viljum þetta ekki, kannski ekki alveg ljóst hvað við vildum þá í staðinn, þannig að það bara vannst ekki tími til þess að móta slíka hreyfingu. En þið bjóðið fram og þá er bara frábært kjör, 4 þingmenn. Já, við fengum held ég 7,2% sem var bara rosalega fínt og sérstaklega í því landslægi vegna þess að þú veist 2007, þetta var 2009, þá bauð Íslandshreyfingin fram held í 40 milljónum í kosningabartu og náði sko 2,5% og það voru eiginlega allir að segja við ykkur, þú veist, þetta gengur aldrei, þú veist, það er bara fjórflokkurinn og það er svo ofsalega erfitt fyrir nýtt afl að hérna ná inn. Þetta var náttúrulega tíminn til þess. Þetta var það svolítið, en samt ekki, vegna þess að almenningur var enn í myrkri. Það er ekki fyrr en sko árið eftir þegar bestiflokkurinn bara tekur borgina þegar að skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis komin og fólk var búið að átta sig á bara hvað hafði í raun og veru gerst og hvar ábyrgðin lá sem að svona, og þá vorum við kannski búin aðeins að þú veist velta steinum úr gödunni sko. Þarna var spilaborgin enn að hrynja. Já, og ég menna og þú veist, Jóngnar kemur bara þarna og segist, þú veist, ætla að hérna, þú veist, hafa ísbjörn í húsdýragarðinum og bara fólki þá kom sko andofsfylgið sko. Allt annað en þetta Akkurat sko og hérna við getum allt eins haft bara trúð í borgarstjórastólnum eins og núverandi. Þið náðu ágætiskjöri og hérna fínt fólk sem að fyrir á þing svona utan frá séð. Þetta hérna alls konar persónulega átök þar inni en það var, þú ferðin á þing, Birgitta Jónsdóttir, Þráinn Bertelsson og Þór Sari.
Ég held að það sé allt saman sóma þingmenn. Já, og ég held að við höfum öll stað okkur vel og við höfum unnið með ólíkum hætti. En stuttu síðar, bara þeir eru alla komin inn á þing, að þá verður mikil átök inn í hreyfingunni. Já, þau byrja fyrr og sko þetta í raun þannig að borgarhreyfingin verður til 6 vikum fyrir kosningar. Þú veist, þeir sem koma að henni eru sko 2 hópar og svo fólk eins og ég sem að bara koma inn á götunni. Annar hópurinn kendi sig við Reykjavíkurakademíuna. Hafði verið að hittast þar og vera svona með svona kannski svolítið menntaspjall hugmyndir án þess að það væri einhver menntunar þröskuldur þangað inn. Þar var til dæmis Birgitta Jónsdóttir og Þór Sari. Hinn hópurinn sem var svona stór og ábyrjandi var hópurinn sem hafði staði fyrir borgarafundunum sem að kannski muni ekki allir muni eftir Austurvelli og þeim mótmælum, en það var annar hópur. Það muna margir eftir fundunum í Háskólabíói, þeir eru ekki þjóðin sem að mun hafa kannski ekki verið sagt. Sem var einmitt ekki held ég sagt, eftir einhvern veginn öðruvísi. En það hefði verið fundir í Iðnó, þessi fundur og fleiri sem var í Háskólabíói. Gunnar Sigurðsson, leikstjóri, fundastjóri. Akkurat, já. Þegar að listunum svo stillt upp, það var, ég kem ekki þarna inn bara fyrir 3 vikum fyrir kosningar eða eitthvað. Og úr verður að ég leiði listan í Suðurkjördæmi, Þráin sem kom líka af götunni, hann leiðir 1 lista, svo eru þessar 2 oddvitar sem hefur verið í borgarafundunum og 2 úr Reykjavíkurakademíunni. Þegar að tekið upp úr kjörkossunum að þá þarna 1 hópur sem er færingan fulltrúa og það held ég að sé að mörguleiti svona rótað vanda. Sem þá hópur sem tengdist borgarum. Já, en hins vegar, ég lendi þarna, kem þarna Brynjagötunni, hendi mér út í kosningabaratu og bara með mínum hóp í Suðurkjördæmi. Ég áttaði mig engan veginn á að það logaði allt stafnan á milli. Því að það var þannig og þannig að þessi átök og hvort að þetta eru formaður eða ekki formaður og allt strúktúr og hver ætti að ræða, hver ætti að vera talsmaður og allt þetta. Þetta hafði allt verið að malla og ég hafði ekki hugmynd það. Ég bara kynnist frábæri fólki sem með mér á lista í Suðurkjördæmi við rúndum kjördæmi, þetta var rosalega stutt. Ég tek þetta að mér bara sem ég ákvað bara að gera eitthvað á hverjum degi. Ég var sjálfstætt starfandi. Á hverjum degi ætlaði ég að gera eitthvað, mæta á mótmæli, hvetja til ykkur, skrifa ykkur að greina, gera eitthvað. Það var ég búin að ákveða bara frá því stuttu fyrir og hafði gert alveg bara frá hruni nánast. Og þetta, mér fannst að ganga til liðs við borgarhreyfinguna var bara 1 hlut af því og ég hugsaði, ég get tekið mér frí frá mínum störfum eða hliðra þeim til í 3 vikur og ég til í þetta bara. Þetta verður þá bara eitthvað ævintýri. Og borgarhreyfingin í Suðurkjördæmi, hreyfin, fylgið það mæltist ekki einu sinni. Þannig að ég gerði aldrei ráð fyrir andinn á þingi, En svo bara var þetta þannig að á þessum tíma voru þættir í ríkissjónvarpinu fyrir hvert kjördæmi og þetta var bara eiginlega keyrt á 1 viku og það bara gekk bara rosalega vel hjá mér. Og mikill pólitískur áhugi með almennings. Já, og allir horfðu alla þáttina, Þannig að ég bara einhvern veginn flaug inn á þing á 1 viku, því ég var algjörlega fullkomlega óþekkt manneskja í samfélaginu fram á þessu. Svo gerist það í raun bara strax daginn eftir kjördag að þá átta ég mig á þessari óánægju. Þá, það er náttúrulega kosið allt á laugardegi. Á sunnudegi erum við beðin að koma til að stilla okkur upp nýjum þingflokki fyrir myndatök í Mokan. Og við gerum það förum á kosningaskrifstofuna sem áttu nú bara að taka niður daginn eftir og stillum okkur upp því að það voru skilti úr búsahaldabyltingunni, helvitis fucking fuck og allt þetta og við setjumst þarna bara við eitthvað borð og það tekið mynd og myndatakstin þingflokkur borgarhreyfingarinnar fundar
og hérna, það verður allt brjálað, bara yfir þessar myndatöku. Þingflokkurinn farin að funda án grasrótarinnar, þau eru að stela völdum, það sami rassinn undir öllum stjórnmálamönnum, þau eru orðin gjörspillt og svona bara hélt þetta áfram. Og það var alveg bara frá þú veist, gjörsamlega frá fyrsta degi. Þá var þetta svona og þetta gekk allt sumarið. Og það, sko, og framan af að því ég hafði ekki verið í þessum deilum, að þá var ég nú einhvern veginn bara svona svolítið utan við þetta. Það fór til dæmis stór hópur meðal annars Birgitta og Þór, ég man ekki hvort Þráin fór líka, en svo líka semst fólk úr grasrót borgararhreyfingarinnar fóru bara saman og hittu sko eitthvað hjónabandsráðgjafa til að reyna að miðla málum og en það, þú veist, það duði ekki neitt. Svo sinnast Þráni við okkur og hann þegar hann ekki búin að tala við okkur í 2-3 vikur bara og ekki heldur neitt með grasrótinni, hann var bara alveg sér sko. Og þá ger ég alveg hann kemur svolítið svona utan að eins og þú. Já, við tvö gerum það. Nei, hann gerir það ekki. Þetta voru eiginlega sko við tvö utanfrá og svo þessi 2 hópar. Og þá ger ég náttúrulega bara einn stærsti mistök í mínu lífi. Ég hef miklar áhyggjur af honum einhvern veginn, skrifa bréf til konu sem var í stjórninni og fer á alla stjórnina. Þetta var svona einhver postlisti, ég gerði bara reply á hana, það fór samt á alla. Og þetta var nú samt bara, sko, held ég 7 manna stjórn, þetta hefði ekki átt að vera stór mál í neinum, ég bara viðra það, ég hef bara áhyggjur af honum. Og við þetta náttúrulega springur endanlega. Og þetta fer út allt, þetta slitið þess að þú ert svona efast svona andlegt frekans. Já, ég bara byrti það svo og viðbröðin í bókinni og og já, bara hef áhyggjur af honum, kallinum. En að því að hann hafði ekkert við okkur talað í bara 2 vikur. Og við þetta eiginlega springur allt endanlega. Og hvernig, ég meina, hann Þráin kýs að fara yfir í VG? Já, það gerir hann ekki fyrir löngu seinna. En hann eiginlega klífur svo út úr þingflokknum? Hann gerir það í kjölfarið á þessu. En þið sem þingflokkur, þið 3 sem eftir þið starfið áfram? Já. En svo klofnar á milli ykkar og, hvað er að kalla það, grasrótina eða þá sem að taka að sér að vera grasrótin? Já, það sem að í raun við gerðum að lokum og þá komið fram í september. Þá hefðu við einhvern veginn bara verið undir gjörsamlega stöðum árásum. Á þessum tíma sko, það var ekkert Facebook þannig sé virt eins og við þekkjum í dag, en það voru svona spjallborð út allt. Og það var til dæmis svona spjallborð borgararhreyfingarinnar sem var bara opið öllum og það bara lásu þetta allir sér til skemmtunar. Og það sem var kannski annað í netmenningu á þessum tíma sem við sjáum minna núna, að langflestir skrifuðu undir einhverju svona dulnefni eða nafnleysi. Þannig að fólk varð, það var verið að tósi spotta og maður vissi að fólk var með marga aðganga og svo voru kerfin ekkert fullkomin og vefirnir hrundu og þá náttúrulega skapaði það ennþá meiri tortryggni. En við reyndum alveg ofboðslega og ekki bara við í þingflokknum, heldur fullt af fólki. Reyndum að lægja öldur og það voru ótal sáttafundir og allt einhvern veginn reyndað róa hlutina og starfa saman og bara byrjum upp á nýtt og allt þetta. En það voru svona ákveðnir aðilar og mér finnst ekki skipta máli núna hverjir það voru sem voru alltaf að hræra í hlutunum. Til dæmis það, þingið átt að starfa í 4 vikur, þannig sumarið það starfaði út ágúst og svo var bara strax eiginlega næsta þing sett. En það voru gert hlé út af æsefmálum í kringum verslunarmannahelgina. Ég man ekki hvort það voru 1 vika eða 2 vikur. Á þeim tíma það hefði við löngu áður fyrir hrun ákveði fjölskyldanna var í húsaskipti sumarið og það stóð og
ég hafði sagt bara bless við eiginmann minn og son og og flutt heim til tengd og því var mér að lána húsið og ég nú hitti tækifærið og stökk til Spánar og eftir þeim og það var til dæmis varamaður, einhvern sem hringdi í varaþingmann minn og bara ég væri nú að fara úr landi og hvort ég ætti ekki að kalla hann inn en það náttúrulega þannig að þú getur ekki kallað inn þingmann nema þings í starfandi. Þannig að þú veist, allt var gert tortryggilegt að þú veist en svo það sem við gerum svo, við sáum okkur bara ekki fært við þrjú, sem sagt, og fólk sem var með okkur, við vorum ekki ein. Við vorum með bara alveg töluverðan stóran hóp með okkur sem var algjörlega sjálfsbrottin því að við vorum ekki að smala. Við vorum alltaf bara að reyna einhvern veginn að lægja þessar öldur og við eiginlega bara sjáum ekki annað í stöðinni en að kljúa okkur frá og gerðum það á blaðamannafundi þarna eftir að þingið hættir og rétt áður en þingið er svo sett aftur. Þannig í byrjun september minni mig og stofnum sem sagt hreyfinguna tökum upp bara stefnuskrá borgarhreyfingarinnar eins og hún lagði sig og hún var bara mjög stutt. Það voru bara nokkur mál, það var svona hit and run framboð. Við ætlum bara svona keyra á kerfið og það var bara ný stjórnarskrá réttlæti í þessum lánamálum fyrir almenning og þú veist, þetta voru allt þessi hrun og endurbyggingamál. Var þetta pólitísku ágreiningur að hluti af hreyfingunni vildi reka eitthvað tiltekna pólitík sem að þið gerðu ekki? Nei, þetta var nefnilega engin pólitík í þessu. Hvað snerist þetta þá? Þetta snerist til dæmis peninga. Þetta snerist Það voru ekki alveg sömu styrki til stjórnmálaflokka þá og eru núna, eða urðu seinna? Þetta var náttúrulega fullt af peningum. Við, sem sagt, fyrsta árið, það náttúrulega var ekkert greitt út fyrsta árið, 2009, en næstu áramóti greitt, þá var sem sagt, held ég greittur út 25 milljónir króna. Svo var það eitthvað lækkað, en ég held þetta, sem sagt, á þessum 4 árum hafði þetta verið 96 milljónir. Og það náttúrulega þetta rífast alveg fullt og þú veist Þannig þetta var eins og erfðamál í fjölskyldu? Já, þetta var það svolítið og fyrir okkur snýrist þetta aldrei peningana og við vorum mjög meðvituð það við færum að þá yrðu peningarnir eftir og þeir yrðu það og við vorum sérsagt bara hreyfingin átti enga peninga. Þeir sem þingflokkur fái náttúrulega stuðning frá þinginu til þess að hafa aðstofa fólk. Já, það var eitthvað meira í seinni, þetta hafi minna ummyndað þá. Á þeim tíma gat formaður verið með aðstofamann. Við vorum ekki með formann og þá sagði þingið þá fáið ekki aðstofamann þannig við þurftum að koma okkur upp leppformanni og gerðum það og vorum bara með hann. Þau tóku það í raun upp hjá okkur eða bara þau eru náttúrulega að hluta til sprottinu upp úr hreyfingunni og og hafa gert þetta eins og þannig að það var formaður, svo var peningur, það var ekki umtalsverðir fjármunir. Það dugði ekki til dæmis til að ráða starfsmann, þetta var meira, við notuðum þessa peninga til dæmis til að greiða fyrir, þú veist, einhverja svona sérfræðir ágjöf og eitthvað svoleiðis, það var mjög lítið slíkt. Já, þetta er svona lögfræðilega yfirlestur eða eitthvað slíkt. Já, akkurat, eitthvað umfram það sem að þingið gerði, Nú þekkjum við oft í svona uppreisn og ég meina það er spurning hvernig á að túlka búsáldabyltinguna, að það myndast mikið hópefli, margir sammála að við viljum þetta ekki sem er og ég meina það er nú oft notað sem að voru á fundunum á Austurvelli sem er burt með ríkisstjórnina, burt með stjórn Seðlabankans og burt með stjórn Fjármálaeftirlitsins. Þetta er bara burt með allt saman. En í svona það sem almenningur rís upp og vill varpa af sér kúgun eða stjórnvöldum síðan kemur tími þar sem ákvað en hvað viljum við í staðinn? Þá kannski fyrir ljósa hópurinn sem var allir saminaður að vilja ekki sem það að hann er ekki endilega sammála. Er þetta dæmi slíkt eða því að þú leggur áherslu á þessu persónulegu mál og peningana og brotin metnað og annað slíkt? Er þetta fyrst og fremst þannig eða er eitthvað í þessu sem Ég held þetta sé fyrst og fremst þannig og það eiginlega sannaðist á árunum eftir þegar við erum bara farin, við verum hreyfingin, við höldum áfram á þingi, við erum með grasrót þar sem er opin, við höldum allir okkar fundir, þú veist, eru opnir og erum með töluvert félagsstarf. Á þessum tíma þótt við ættum ekki, þú veist, það var bara vesen
finna húsnæði fyrir fundi og annað því við höfum ekkert húsnæði. En það reddaðist nú allt. En sko, þessi hópur sem hélt áfram að vera borgarahreyfingin og stjórn þar, hún hélt áfram að rífast þessa peninga. Og það endaði hreinlega í dómsmáli sem ég held að hafi klárast 2011. Þetta nú allt í bókinni, þetta farið að finna yfir þetta hjá mér. Þá voru kannski mestu ófriðaseggirnir farnir með tölvört fjörhendar en sem að þeir höfðu greitt sér fyrir ýmislegt. Þá saminast hreyfingin og borgarhreyfingin aftur. Það er svolítið eitthvað fallegt við það. Við fórum í raun, það var haldin og auðvitað ég er ekki á þessum fundi, nú er ég bara þekki þessa sögu. Það var haldið aðalfundur held í borgarhreyfingunni þar sem að stjórn var falið að koma á samtali aftur. Við höfðum á þeim tíma unnið með þessu fólki að ákveðnum málum. Þannig að þetta var ekki málefna ágreiningur. Við höfum til dæmis sendt inn kvörtun til ESA út af þessum lánamálum og fylgt henni eftir í Brussel. Þetta gáttum við gert saman, skilurðu, þegar eftir hennar klofning. Þannig að það er farið að ræða saman að aftur og upp úr því kemur dögun sem að sannsagt bauð svo fram 2013. Þangað sem að þú ferð. Já, og ég var tók virkan þátt í því allt síðasta árið sem ég var á þingi að stofna það og búa til lýðræðislegan stjórnmálaflokk þar sem að öll stefna og það væri stefna og hugmyndafræði í öllum málum og þetta var nú bara svolítið góður jafnaðarmannaflokkur. Ég verður bara, þetta var bara þannig og á þeim tíma fannst mér hann betri en Samfylkingin en ég fann það. Það var allavega með svona stefnuskrá sem að hitti betur þann tíma. Ég held hún hafi verið það. Vandamál í samfélaginu. Ég hvet fólk ef það hefur nennu að leita þetta uppi bara á tímari.is og lesa kosningastefnu dögunar 2013. Hún er sömuleyti merkilegt plagg og hluti af sögu búsáttaríklingarins. Og ég meina hún er unnin í lýðræðislegu ferli og það voru allir, málefnanefndir allar opnar og við lögum gríðarlega vinnu í þetta. Á sama tíma komu svo Píratar, Birgitta byrjaði með okkur og við lásum það í blöðunum að hún væri að stofna Pírata með öðru fólki en það voru þær hennar áherslur meira þar, allt í fínum með það. Lýðræðisvaktin maður hefði alveg getað séð það að bæði Píratarnir Birgittu og Lýðræðisvakt Þorvaldar og félaga hefðu flotið með í dögun. En lýðræðisvaktin er klofningur úr dögun. Þar voru menn sem höfðu kannski ákveðnari hugmyndur til dæmis verðtryggingu sem þeir vildu haldi en við vildum kasta og það var svona, bara hugmyndalegur ágreiningur. Já, þar var hugmyndalegur ágreiningur þótt að í 95% var þetta bara sömu stefnumálin. Það var unnið aðeins öðruvís og hraðar en svo spratt upp bara rétt fyrir kosningar hægri grænir sem var náttúrulega Guðmundur Franklín. Hann kópiraði bara, hann var bara í copy-paste rokkastefnurmál og hann og einhver einn gaur við eldsborðið skjá sér og þóttist það að samið þetta allt sjálfur og svo flokkur heimilana sem að sem var út að sagja og það sem var mér fannst mest svekkjandi er að þarna voru öll þessi smá framboð við man ekki hvað við vorum að fá Píratar lentu inni við fengum 2,5 Flokkur heimilana 3,1 við fengum 3,1 og flokkur heimili ég man ekki ég held að þau fari yfir 2,5 lýðræðishreyfingin var rétt undir og fekk ekki ríkistyrk og ekki heldur hægri grænir en þarna voru náttúrulega stórir hópar sem voru málefnalega sammála og hefðu átt bara að vera saman en það sem ég fannst mest svekkjandi er að hinn almenni kjósandi hann sá hann gerði mjög lítinn greinamun á einhverju alvöru lýðræðislegri vinnu sem var að taka heilt ár
og einhverjum 2 köllum sem sömdu þetta, þú veist, í eldhúsinu heima hjá sér. Og það var mjög svekkjandi, sko. Að því nefnir þessar kosningar, þá bara fletti þessu upp. Já. Að það sem sagt, flokkandi sem maður má lýsa sem svona hluta af henni breiðu búsáttarbyltingu og hún var mjög breið. Það var hluti sem var svona vinstri sinnaður og kratískur og það var líka svona borgaralegur hluti sem og við sjáum þetta ennþá, ég meina hægt að vísa til Flokks fólksins sem afsprengi af búsáttarbyltingunni eins og þar eins Ragnar Þór og Ásta Lóa sem kom á... Ragnar Þór var að lista hjá mér í borgarhreyfingunni. Já, semst í borgarhreyfingunni. Og í Dögum líka. 2009, já. En það sem sagt Pírata fara inn með 5,1, síðan kemur Dögum með 3,1 og Flokkur heimilana með 3, Lýðræðisvakti með 2,46. Ég tek hef 2 stafi þarna því það var deilt það hvort þetta ætti að vera 2,5 eða ekki. Hægri grænir með 1,7 og svo var Regnboginn sem svona þar mætti kannski orða þess væri hluti litla leifar af villiköttunum í VG sem að vekk 1,1% og svo var hann landsbyggðarflokkurinn Sturla Jónsson og húministaflokkurinn sem að fekk 0,07 og alþýðufylkingin 0,06. En svo sko á þessum tíma sem við erum að stofna sko Dögun, þá til dæmis Lilja Mósdóttir með Samstöðu sem fekk sko gríðarlegt fylgi í skoðanakönnunum en svo bara hrappaði niður í rauninni eiginlega ekki neitt og hún lýsti náttúrulega yfir að hún ætlaði ekki að leiða flokkin. Já, sko þau ákveðu að bjóða ekki fram. Og hún var gríðarlega vinsæl og meðan var ennþá inn í VG og var sko þar svona ákveðin skynsemisrödd upplifði fólk en leiðum var komin út að þá hafði hún ekki þessi ítök og þá döluðu nú svona vinsældirnar. En er þetta einsaga eða er þetta tværsugur? Annars verður þetta að segja upplausnin inn í borgarhreyfingunni þar sem að vera að deila eitthvað erfðagóss og mér heyrist þú lýsaði þannig að þeir sem að stóðu kannski fyrir þeim átökum að þeir eiginlega fóru út úr pólitík. Já, að mestu. Það er ekki að rekja Nei. Við getum eiginlega rekið flest hinn. Það er þetta að lesa bókina, sko. En já. Eins og þú ert í Samfylkingunni í dag. Birgitta stofnaði Pírata. Þór Sari hefur verið í framboði fyrir sósíalista. Þráin fór í VG. Þannig að þetta allt fólk sem heldur áfram starfi. Og bara fyllt af fólki okkar Gras og Rodríguez sem hefur látið til sín taka, sko. Já, við nefndum Ragnar Þór og margir sem að hafa tóku þátt í hagsmunasamtökum heimilana sem að tengdust þessu verið mjög virki bara líka í almennir umræðu eins og Marino og fleiri og margir tekið þátt í pólitík. Þegar það líður á kosningum 2013 og þær eru sögulega kosningar vegna þess að þá tapast mikið af Já, ég held að bara aldrei hvorki fyrir niður síðar svo marg atkvæði fallið niður döð. Ég leikið mér að því að teikna upp þingið eins og það hefði orðið ef ekki hefði verið fyrir 5% þröskuldin og þá hefði Þorvaldur verið inn á þingi og Pétur Útvarpi Sögu og hinir og þessir sem hefðu náttúrulega endurspegla miklu frekar stöðuna í íslensku samfélagi 2013 til 2016 heldur en að einhver svona súper meirihluti Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins sem að varð sem að þau fengu að gjöf. Já, og líka bara þetta kerfi þú veist það hyglar sem sagt kerfið okkar, það hyglar stærstu flokkunum, þeir fá yfirleitt auka þingmenn, þannig að sveiflan verður það meira og sérstaklega við þessar aðstæður og þetta mér finnst þetta náttúrulega bara mjög alvarlegt í lýðræðinu að svona einhvern veginn sem farið með atkvæði, sko. Ég held að við mista miklu með því að hafa ekki þing 2013-16 sem endurspeglaði hugmyndir þjóðarinnar. Já, akkurat. Því að þetta þing gerði ekki, alveg svo þingi núna, það er að taka fram að þingi núna endurspegla ekki alveg það er líka bara á þessum tíma sko, það voru allir virkir í pólitík, það voru allir búnir að vera að hugsa ofsalega mikið pólitík í 4 ár og krifja málin þannig að það var alveg, þú veist, þetta var alveg rosalega skemmtilegur sögubottur. En ég hef heyrt svona þig segja
að þegar þú ert að tala reynsluna, að þá heyrir maður alveg að auðvitað pólitík rosalega mikilvæg og gefur okkur mikið. En henni fylgir líka oft, hún erfið persónulega, þessi endalausu átök við samherja. Já. Og mér finnst þú oft hafa endurspeglað það. Já, ég held þetta sé bara eiginlega erfiðast sem ég lendi í þessum átökum. Það svo við samherjuna? Já, og sko það átök í þinginu, þau geta alveg verið harkaleg og þau geta verið bara, en þú veist, í langflestum tilfellum þá býður fólk sko góðan daginn og það ekki, þú veist, það ekki alvöru illindi og allir eru sammála þetta sé málefnalegur ágreiningur. En að vera í maður hélt góðum hópi sem ekki góður, það bara hrikalega erfitt. Og líka bara af því að þetta, þú veist, netið bara frekar nýtt á þessum tíma. Ég byrjaði á Facebook 2008 vorið og þegar ég var í þessari kosningabaráttu, ég held ég hef átt 350 vini sko á Facebook og ég þekkti það alltaf mjög persónulega. En þú veist, en svo ertu bara inn í einhverjum svona heimum, þetta bara allt svo nýtt, fólk kunni ekki alveg láta og þetta allt meir og minna í nafnleysi og þú veist ekki hverjir eru að hræri pottunum sko. Þetta var bara, þetta tók alveg rosalega á. Þá var verið að saka þig að vera að svíkja? Já, við vorum náttúrulega bara öll svikarar. Við hvað? Við það að setjast í valdastóla. Sem að sitja á þingi? Já, sem er þessi almanna þjónusta. Ég reyndi að segja fólkinu í borgarreiningunni 2009. En sko, svo var þetta líka. Það er annað að vera ráðherra en að vera þingmaður. Sko, já, og skilurðu, þú veist, þetta var svo surrealist og eftir að hyggja þegar maður þekkir þetta kerfi svona vel þá er þetta ennþá surrealiskara þannig að þess að sko til dæmis þarna bara strax eftir, þú veist daginn eftir út af myndatöku vorum við fann að funda án grasrótar og svo sem sagt fengum við bara strax frá bara kjöri og þú veist þá er ekki búið að samþykkja kjörbréf, stjórnarflokkarnir eru að tala saman og komið sinnir að málefna sínu plaggi og þing er ekki sett fyrir mánuði setna. Þennan mánuð þá vorum við undir sífelldum árásum fyrir að vera ekki að gera neitt. Við vorum ekki farin að vinna, við vorum ekki búin að fá formlegt umboð til að gera neitt og þing var ekki starfandi. Við hefðum ekki gert neitt. Það sem við vorum alveg bara, já við verðum bara að gera eitthvað, settumst og náttúrulega funduðum og auðvitað, þú veist, við hefðum alltaf fundað bara hvernig við ætlum að hafa hlutina og vorum að senda frá okkur einhverjum svona yfirlýsingar, sendum fréttatilkynningar, hvetja stjórnarflokkana að taka saman og listum svona einhver mál sem að, þú veist, þannig við reyndum bara með mjög skapandi hætti að vera einhvers konar þingmenn á þess að þing væri komið saman vegna þess að þrýstingurum var svo gríðarlegur að við værum að fara að gera eitthvað, þú veist, landið heimilin að brenna og þið sitja bara á rassinum á einhver inn á þingi og gerið ekki neitt. Þetta var alveg og manni finnst þetta eiginlega sko núna eftir að hyggja bara, þú veist, pínuskondið sko en það var líka vegna þess að fyrir hrun það voru stjórnmálin eiginlega svona þeim var haldið svo frá almenningi bara kom ekki við vorum að útvista lýðræðinu til einhverju stjórnmálaflokka og við vorum ekki virk þar inni það var engin að pæla í þessu en svo allt í einu voru bara augu allra landsmanna meira og minna á stjórnmálunum. Ég meina, einhverju seinna þá tók ég þátt í að stofna stjórnmálaflokk og ég talaði við fólk meðal svo Pírötum og eitthvað úr borgarhreyfingunni líka og þá upplýði ég að í þessum tveimur flokkum, Pírötum og að þá væri það svolítið upplifum kannski þeirra sem að urðu fyrir því að verða kjörnir fulltrúar að þeir væru kannski allt inni komnir með 600 yfirmenn sem var að segja þeim hvað þeir ætti að gera. Já, miklu meira sko. Og sem er ekki hægt að standa undir sko. Já, nei, það er ekki hægt sko en 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 sko ég var einhvern veginn þannig, ég var mjög samviskusum í þessu starfi. Ég reyndi til dæmis að svara öllum erindum og fólk var að senda bara, þú veist, bæði flokksmenn og aðrir og ég reyndi alltaf að ná einhverju samtali og bara hvert að pæla og eitthvað og eftir að hyggja eru það oft sko dýrmætustu
málin, en þess að þú lærir bara svo mikið á því að venjulegt fólk setur þig inn í þeirra mál. Þú ert ekki hvert undan því? Nei, ég alls ekki að gera það, en þú veist, þegar að áreitið verður svona mikið, þá hættan svo að kjörni fulltrúin bara, þú veist, hætt að skoða póstinn sinn. Og ég bara veit mörg svoleiðis dæmi að, þú veist, það bara flæðir inn og stundum á þessum tíma var náttúrulega mjög mikið verið, heldur það gerist nú meira á samfélagsmiðlum núna, verið að senda kannski bréf, allt í einu bara yfir helgi komið 900 bréf sem voru eiginlega öll eins. Þú veist, þetta náttúrulega ekki vinnandi vegur. Meðfram sko mjög krefjandi störfum. Það er svolítið munur á þessu sem að geta verið áreiti venjulegs þingmanns. Já. Eða það að vera hluta ykkur hreyfingu þar sem að allir líta svo á að þeir séu akkurat, já, að þú sett í vinnu hjá mér akkurat. Og ég geti sagt þér hvað ég er ánægð með og óánægð með og ég sem er ósáttur við að þú skilti segja þetta því að ég hefði kosið að þú segðir hitt og þar að þetta gott á. Mér fannst í raun og veru yfirleitt bara ef ég gæti tala við fólk þá var þetta allt í lagi. Og jafnvel þótt að fólk væri ósammála hitt og þetta, það var bara í fínu lagi. Það var þetta, sko... Þessi netsamskipti. Það var þessi netsamskipti sem voru yfirleitt nafnlaus, sem voru langerfiðust, vegna þess að þú vissir ekki við hvernig þú varst að eiga. Það var langerfiðust. Hefði þetta getað farið einhvern veginn öðruvísi? Sérðu fyrir þér að borgarhreyfingin hefði einhvern veginn náð að beisla svona kröfur búsaldabyltingarna sem eru breiðar eins og við erum að segja á þann. Það voru bæði svona vinstri og hægri hugmyndir. Það er svona borgarlegu hluti sem var kannski æseif og sumriti hagsmunasamtök heimilana sem snerist að venda kannski eignarétt. Vinstri megin voru kannski að horfa á sko, svona óréttlætið að hvernig það birtist svona félagslega. Að það voru hópar sem voru skildir eftir og annað slíkt og svo líka svona mat á því í hverju fólkstrunið. Vinstramegin var kannski að segja að svona svo pólitík sem hafði verið rekið fram að því var að hrynja og við þurftum að búa til nýtt Ísland, þannig að ég heyrt þetta. Það var svolítið talað nýtt Ísland. Já, nýja Ísland og Hefði verið eitthvað möguleiki á því að borgarhreyfingin hefði getað sko beislað kannski ekki allt þetta? Nei, sko að hluta til, þú veist, gerðist það seinna á kjörtímabilinu þegar við fyrir að búa til dögun og þar nýttist það náðist það heldur ekki, þá byrjar að kvartast út úr því Birgit og Píratarnir Þorvaldur og Lýðræðisflokkur. Það er rétt, ég veit það ekki. Hægri fólk reynir að stela þrumunni með flokki heimilanna og hægri grænum. Það sem var líka bara svo erfitt í þessu að það var engin tími til að búa til borgarhreyfinguna. Hún var stofnuð, það er búið til kosninga og það er eftir 6 vikur. Það er hendi innan flokk. Það er bara farið í ég var ekki hluta þessu málefnastarfi. En það er bara farið í þessi sko bara 4 mál og aðeins, þú veist, fullt gjald fyrir auðlindir, þú veist, stjórnarskrá, þú veist, einhvern veginn stjórnlagaráð, þjóðaratkvæðagreiðslur. Þetta voru svona, þú veist, þessi lýðræðismál, aðkoma fólksins og í raun og veru, þú veist, þetta er krafa meira lýðræði og svo bara svona kannski réttláta skiptingu og uppgjör í hruninu. Það er, þú veist, það er þetta taka þetta niður í þetta. Svo er það bara, sko, og ég fann það bara svo rosalega þegar ég var búin að vera í þessu, fara svo í dögun sem að, þú veist, var jafnaðarmannflokkur án þess að vera það, sko. Án þess að vera með þessa rætur í norrænu stefnuna. Sósíaldemókratismann að þá fann ég bara ef ég ætlaði að starfa í stjórnmálum þá þyrfti ég að vera með styrkari hugmyndalegan bakgrunn. Ég fann það líka sko í þessu sem ég finnst ofsalega falleg hugmynd að vera ekki með formann, vera með flatan strúktúr. Píratar, hreyfingin, borgarhreyfingin og dögun voru öll með flatan strúktúr til að byrja með. Í fullkomnum heimi er það frábært en í praxis er það líka oft þannig að sá sem er með mestu reynsluna hann tekur sér völdin og hann ræður af því að hann er svo reynslu mikill og allir stóla á hann þannig að þetta er hugmynd sem ég held að gangi ekki alveg alltaf upp og þú veist, stundum er bara betra að valdið sé sem sagt formfastara og það sé ljóst hvar það liggur og líka hvernig það er, sko, hvaða taumhald er haft á því.
og að það sé struktúrað, en aðalega fannst mér eftir hennar tíma að mér vantaði bara sko meiri hugmyndafræði á bakvið. Og ég fann það líka sko þegar við náðum ekki árangri, ég var rosalega ánægð með hvernig hreyfingin, dögum var til að byrja með 2013, en svo þegar að þú veist, hún hélt áfram að starfa, þú veist, að þurftir bara, skilur, eitt rasista þarna inn, skilur, þá var þetta orðið rastaflokkur, þú veist, þótt að við værum með í okkar stefnu, bara, þú veist, réttindi fyrir alla óháð, kynþættu uppruna, og reyndum að vera með eins mikla, sko, varnagla og hægt væri, að það er bara, þú veist, þetta er bara erfitt. Það fækkaði náttúrulega fólkinu þegar það náðu ekki árangri 2013. Já, en ég meina, samt sko... Og eftirleikurinn var kannski ekki góður fyrir dögun og endaði í framboði 2016 sem var miklu veikara. Já, og ég var farin annað þá sko og hef ekki alveg innsýn í hvernig það var. Þegar þú varst að tala svona kröfunar úr búsáttarbyltingunni, ný stjórnarskrá, hún kom ekki. Já, hún náttúrulega farin að virka því hún til, þetta plagg til og þótt að sennilega það mun aldrei taka gildi, nú er þetta náttúrulega bara gamalt plagg, svo langt síðan. En sko fæsta þessu hefur náðist fram og réttlát eftir hrunið, það endaði með í þessari leiðréttingu Sigmundar Davíðs. Sem var nú ekki alveg eins og ég hefði kosið að hafa hana. En ég hef nefnilega þá kenningu með þessa stjórnarskrá, það er vinna sem skilaði sér vegna þess að þótt að hún hafi ekki tekið gildi að þá allt í einu voru við með bara landsmenn sem höfðu lesið núgildandi stjórnarskrá og annað og við sem bara borgarar erum farin að setja önnur viðmið. Þegar ráðherra lýgur þá hugsa margir bara, heyrðu, í nýju stjórnarskráni segir bara ráðherra má ekki ljúga. Það er ekkert það í þeirri sem að gildir núna og bara allt þetta með auðlindirnar að fá sanngjarnt verð fyrir það og það er náttúrulega út af auðlindunum sem þetta var stoppað. Það er bara barnaskapur að halda öðru fram. Nú erum við í miklum hörðum átökum kannski ekkert svo rosalega hækkun auðlinda. Nei, nákvæmlega. Og það eru bara, þannig ég held að mörguleiti sé hún farin að virka. Þótt hún hafi ekki tekið gildi. Vegna þess að við erum annað viðmið. En ætti ekki að vera þannig í lýðræðslegu samfélagi að ef borgarnir vilja nýja stjórnarskrá þá fá þeir nýja stjórnarskrá? Að sjálfsögðu. Og sérstaklega það er þjóðaratkvæðagreiðsla. Já, en við lifum ekki þannig samfélagi. Það er mikið svekk. Valda öfl sem geta stoppað það. Já, akkurat. Stoppað almanna vilja. Akkurat. En það þú nefnir þetta með ræturnar að það sem gerist í svona uppreisnum, það er oft svona, þá er árið 0 og nýja Ísland og svona, ég var að vísi það sem er svona hugmyndum að nú sé árið 0 og nú eigum við að búa til eitthvað nýtt og þú veist að það er betra að starfa í flokkjafnut í samfélkingunni sem eigi þá eitthvað svona hugmyndalega rætur. Já, það er ekki, ég er betra, þú veist, Þér líður betur í slíku umhverfi. Ég ákvað að það væri komið nú af þessum tilrauna stjórnmálum í mínu lífi. Já. Þannig að finna einhverja þræði úr eldri frelsisbaráttu almennings og rekja sig eftir þeim. Þú veit ekki að það fara mjög veit að við stofnum sósíaldaflokkinn einmitt út af þessu að það er ekki stjórnmál sem vilja byrja árinu 0 einhvern veginn, það er þú þarft að gera samkomulag eiginlega allt. Já, ég meina þú þarft og mér fannst sko mjög merkilegt að fylgjast með Pírötum framan af því að þau hefðu svo gríðarlega trú á tækninýjungunum og upplýsingagjöf. Að ef að þú veist bara yrðu alltaf upplýsingar að þá myndi allir taka þú veist, rétta niðurstöðu sem er náttúrulega mér hefur alltaf feitist bara fullkomlega óskiljanlegt vegna þess að þú veist, það er bara fer eftir sjónarhornið á upplýsingarnar er ekki það sama þótt þú setjum sömu upplýsingarnar sko og hagsmunirnir er ekki það sömu og stjórnmál snúast alltaf hagsmuni frekar en bara að fá upplýsingarnar, þetta hjálpar mjög mikið af upplýsingar og Píratar hafa hjálpa alveg gríðarlega að gera bara stjórnsýslun og allt bara miklu og ná fram bara gögnum sko og krefja þau og En núna er á þingi
kannski 2 flokkar sem við getum vísa til búsaldabyltingarnar. Það náttúrulega miðflokkurinn og ég nefni hann vegna þess að Sigmundur Davíð var stórt númer í ISIF. Já, og náttúrulega fór inn bara eiginlega svolítið á hruninu, inn á þing, sko. Var kosin formaður Framsóknarflokksins. Já, sem svona gagnrýni rödd eftir hrun. Já, en ég meina þegar Framsókn býður fram 2009 að þá þeirra, sko, hann styður minnihlutastjórnina sem tekur við eftir, og þá hann bara með það leiðréttingar og stjórnlagaþing sem nýja stjórnarskrá. Þetta eru skuldamálin og þetta eru aðalmálin sem hann setur þarna en snýst svo algjörlega gegn stjórnarskrámálum. Ég held meira þess að hafi verið þannig að á flokksþinginu þar sem hann kjörinn formaður að þá hafi Framsókn samþykkt að horfa til Evrópusambandsins. Já, gott ef ekki, jú, það var ég held að hann hafi sjálfur aldrei mælt fyrir þeim hugmyndum, en það var ákveðið á sama flokki. En hann trommaði þarna upp í þing utan þings þá með þetta þrennt, sko. En svo hefur við Flokk fólksins sem á vissa rætur yfir í eins og Hagsmunasamtök heimilanna sem Ásta Lóa og Ragnar Þór. Já, og líka bara í Dögun, ég meina þarna eru það er fólk sem starfa núna í Flokki fólksins sem var í Dögun á sínum tíma, sko. En svo Helga Þórðar sem var formaður Dögunar síðast, eða ekki? Jú, ég held það, sko, og var einn á oddvitanum 2013. Þannig að þessi saga enn þá að vinda fram. Og Ragnar Þór náttúrulega. Já, Ragnar Þór. Já, og bara fínt, en sko borgarahreyfingin, ég held að þarna hafi verið sama komið reiðasta fólk á Íslandi og kannski hefði þetta bara aldrei óháð öllum peningum alltaf farið í hund og kött, sko. Ég veit það ekki. En það var svona það var rosa mikið, fólk var mjög mikið að rjúka út og reykja svolítið og rjúka svo inn aftur. Það var svona einhvern veginn svolítið stemning. Svo var náttúrulega, það var rosalega auðvelt að vera með þú veist, að fá fólk til að vinna með okkur og líka í hreyfingunni þarna fyrstu árin voru svo margir atvinnulausir og fólk var bara alveg til í að vera í svona samfélagsverkefnum en þess að það hafði ekkert betra að gera, sko. Og var líka náttúrulega meiri pólitískur áhugi og meiri svona hugmyndur það að það veri okkar að breyta Íslandi. Já, algjörlega, og ég menna að nú væri bara komið að fólkinu í landinu, sko. Sem náttúrulega borgurunum. Sem náttúrulega tilboð sem alltaf í gangi. Já. En fólk svarar bara misjafnlega. Já. Herðu, Margrét Tryggvadóttir, gaman að fá þig hingað að rifja upp gamla tíma sem sumir eru sárir. Já, en þetta var samt bara eftir á að þykja er maður ótrúlega þakkláttur fyrir þessa lífsreynslu og að fá tækifæri og þetta var gríðarlegur skóli og þú veist alls ekki sjálfgefið og ég er eiginlega bara þakklátt öllu fólki sem var að vinna með mér hvernig sem þetta Samt þetta svona erfiðasti kaflinn í þinni sögu? Já, þetta var mjög erfitt. Bæði bara þú veist, þetta var bara rosa svakaleg vinna að vera þarna á þingi eftir hrun. Þú veist, við vorum bara þú veist, komumst allir í helgafrí þarna í 4 ár, sko. Þetta var ekkert svona þægilegt innitjóp á þeim tíma. En þessi átök voru alveg hrikaleg, sko. Og þá ert að tala um átökin við Samherja, ekki átökin við Bjarna Ben og Sigmund Davíð. Nei, þau voru miklu bærilegri. Já, herðu, gaman að spjalla við þig. Takk sem leis. En við setjum áfram við rauðaborðunum alltaf reyna að skilja söguna og samtíman og sjálf okkur. Næsti kafli eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð. Brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.